kannski erum við að horfa á að gömlu flokkarnir, þessar gömlu samfélagslegu stofnanir, að þær bara ná ekki, þær eru ekki með nógu sterk tök, þær eru ekki nógu sterka stöðu í samfélaginu til þess að geta gengið í gegnum þær breytingar sem eru að verða bara á fjölmiðlunum og samskiptum og umræðu í samfélaginu og svona valddreifingu sem að því fylgist í samfélaginu. Það er ekki svo langt síðan að þessi flokkar funkuðu ekki nema að það var stjórnmálaflokkur og það var blað, svo var þetta slitið í sundur, blöðin byrjuðu á því að deyja og svo dóu flokkarnir og Framsóknarflokkurinn dó raunverulega í hruninu bara 2008, það var algjör hörmung svona síðustu 2-3 árið þar að þessum voru 3-4 formenn og bara flokkur var að leysast upp og vissi ekki til hvers þetta var. Við erum að horfa á Samfylkinguna að vera að leysast upp og ég held að sko megin Sjálfstæðisflokksins séu svolítið af þessum meiði. Þú ert með forystu sem í engum tengslum við svona grasrótina eða það svæði þar sem grasrótin áður var, þar sem að flokkurinn sögulega sótt einhvern kraft í, Samfylkingin sækir engan kraft í verkalýðshreyfinguna, veit ekki, svona getur ekki bent á hana sko, hvar hún er. Þetta er ekki neina endurnýjun þar. VG hefur náð svona einhverju fótfestu með svona ný vinstrimennsku. En hinnir 3 flokkarnir gömlu, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Samfylking eru öll með merkið þess að svona flokkar, það er ekki búið að svara því hvernig þessi flokkar eiga að vera, bara hvar þeir að vera staðsettir í samfélaginu eftir þessar breytingar.